Komið sælir og blessaðir, kæru vatnsberar. Við ætlum að kíkja aðeins á hvað er að gerast hjá ykkur núna og næstu daga kannski. Og meðan að ég er að græða hérna Reykjanesi, þá ætlum ég að biðja ykkur að hugsa aðeins svona hvað er ykkur efst í huga, fjölskyldan ykkar, nánasta umhverfi, atvinna, áhugamál og vini og síðast en ekki síst einhverja mikilvæga persónu í ykkar lífi sem er ykkur ofarlega í huga eða þið eru svona að hugsa eitthvað til eða spá í hvað sé í gangi með. Og þá byrjum við og við ætlum að byrja á því að kíkja hérna á þig, vatnsberi góður, þú sjálfur, hvað er efst í kollinum á þér þessa dagana. Það er svolítið erfitt spil sem kemur hérna upp sem fyrsta spil, samkeppni. Ef þú kannast við það, þetta spil felur líka í sér öfundsýki, afbrýðissemi og svona rifrildi og núning við aðra. Þannig að þetta er svolítið erfið orka. Það er spurning hvort að þú sért í einhverjum erfiðum samskiptum við einhvern eða kannski ertu bara að glíma við kollinn og sjálfið þér. Kannski fáum að vita aðeins meir þetta á eftir. Heimilið þitt og þitt svona nánasta umhverfi kemur hér í þessu spili. Og þar er búin að vera eða er umbreyting í gangi og nýtt ferli sem er að hefjast. Kannski ertu nýbúin að moka öllu út og ert að skipta húsgögn eða eitthvað slíkt. Umbætur getur verið í gangi. Eða þú ert loksins að fara að takast á við eitthvað sem er búið að bíða lengi. Einhverja framkvæmdir eða eitthvað sem þau þurft að gera. Þú er búin að ýta í til hliðar. Svo náttúrulega síðast en ekki síst getur þessi umbreyting átt við þig eða fjölskyldu meðlimina þína. Kannski eru þið að skipta út fólkinu sem býr í kringu þig eða þú umgengst mest á einn eða annan hátt. Einhver getur verið að flytja að heiman eða koma nýr inn á heimili. Umbreyting hjá fjölskyldunni, það er náttúrulega margt sem getur valdið því. Skulum aðeins halda áfram. Hér eru áhugamálið þín eða vinna þín og vinirnir þínir koma líka í þetta spil hérna. Og það eru kvenleg orka, kvenleg áhrif. Ef þið vill að vinna á kvennavinnustað, það getur verið mikið af kvenfólki í kringu þig þar sem þú ert eða í vinahópnum. Þú ert kannski bara að fara að hitta vinkonur. Það er svo margt sem kemur til greina. Áhugamálin geta tengst kvenlegum eiginleikum, kvenlegri tísku, einhverju slíku. Þannig að það er allavega kvenorkan sem að virðist vera ríkjandi. Við skulum halda áfram. Hér er það þessi mikilvæga persóna sem ég bað ykkur að hafa í huga. Hún kemur hér upp sem einmanaleiki. Einangrun og einvera. Einhver sem að kannski er búin að vera að horfa mikið tilbaka, skoða og endurmeta ævi sína eða einhverja hluti sem að skipta hana máli. Þetta getur verið einhver sem að þú þekkir úr fortíðinni. En einmana kenndin, tilfinningin sem kemur hérna í gegn, er svona frekar döpur, frekar erfið
Þannig að ég veit ekki hvort að þessi manneskja sem þú ert að hugsa sé í þessum sporum eða þetta sért þú, minn kæri vatnsberi, og tenging þín við manneskjuna sem eftirvill hefur verið betri eða sterkari áður en er núna einhverja hluta vegna að valda þér þessari einmanakennd. Við sjáum meira þegar við höldum áfram, bara skulum við segja. Svo er það óvænta elementið hérna í lestrinum. Það er eitthvað varðandi atvinnu, eitthvað sem kemur óvænt inn. Það getur verið varðandi þína atvinnu eða þér bjóðist atvinna eða einhverjum þér nær, einhverjum í þínu nánustu umhverfi. Kannski ertu atvinnurekandi, atvinnuveitandi. Það er eitthvað varðandi vinnu sem að verður núna mikið upp á borðum næstu daga. Það sem að er verið að skoða málin, spá og spekulera og huga að kannski vinnu umhverfi líka. Og þetta er eitthvað sem að þú áttir ekki vona að þurfa að standa í. Það er óvænti þátturinn. Við höldum áfram. Hvaða erfiðleikar eru þetta sem eru hér að veltast í kollinum að þér? Hverjir sem þeir eru, þá er verið að ráðleggja þér að jarðtengja þig betur. Að jarðtengja sig getur verið afskaplega einfalt. Það getur verið nóg að fara út í náttúruna, finna lyktina af umhverfinu, finna fyrir grasinu, moldinni, sandinum, einhverju fara niður í fjöru, bara finna fyrir náttúruöflunum, vindinum, heyra ölduganginn, heyra í vindinum eða finna fyrir rigningunni eða snjónum á hörundinu. Það að jarðtengja sig, ná sér niður á jörðina í bókstaflegri merkingu, er oft svona grunnþáttur í því að koma sér út úr erfiðri líðan. Svona jarðtengingu fylgir jafnvægi og það að hafa svona fast land undir fótum, það styður við allan vöxt og þroska. Nú það eru dýr hérna á myndinni, dýrin lifa auðvitað upphaflega í náttúrunni og það gæti verið tenging þín við dýr líka sem við verið að tala um hérna. Þá er það heimilið þitt og umhverfið þar sem að umbreytingin er í gangi. Þar færðu svona sterka karllæga orku. Vartu ákveðin og taktu af skarið, byrjaðu, stendur hérna. Það að taka af skarið og byrja ferlið, það er karlorkan sem gerir það. Þannig að þetta vil þarftu svona eitthvað aðeins að hrista upp í sjálfið þér, kæri vatnsberi, og byrja eitthvað ferli sem þú ert búin að vera að humma fram að þér eða kannski búin að vera að hugsa mikið um það. Kannski bara búin að vera að velta þér of mikið upp úr tilfinningunum sem fylgja því. Nú kominn tími á framkvæmdir. Action. Sólin er karllæg orka og hiti er líka karlorka. Þar sem aftur á móti kuldi er kvennorkan og tunglið. Kannski er þetta einhver mikilvægur maður í þínu lífi, á þínu nánasta umhverfi, sem að tengist þessari umbreytingu hérna. En umbreytingin felur allavega í sér að gera. Svo
Svo höfum við kvennorkuna hérna í vinahópnum eða vinnu tengt áhugamálum líka. Og þar einhver ákvörðun sem þarf að taka, þar sem hún nýtir þinn frjálsa vilja. Eitthvað sem hún þarf að vega og meta og skoða og taka síðan ákvörðun. Kannski það varðandi ferðalag eða erlend lönd. Hér eru pálmatré og blá strönd eða blár sjór og strönd. Þannig að einhver ákvörðun í gangi með þessari kvennorku og það eiginlega svolítið að sama og ég sagði áðan. Kvennorkan framkvæmir ekki, það er karlorkan sem gerir það. Þannig að kannski þarftu svona að fá lánað aðeins smá bút af þessari karlorku til að taka þessari ákvarðanir hérna. Einmanaleikinn hjá manneskjunni hérna sem að þér þykir vænt um. Aðeins að skoða það. Fjármálaspilið kemur hérna upp. Eitthvað sem þú ert búin að vera að bíða þolinmóður eftir sem á eftir að veita ávöxt og það mun borga sig að hafa verið svona seigur. Þannig að fjármálin taka jákvæðan snúning hérna og það gæti bara hreinlega verið hjá þessari ákveðnu mannesku sem við vorum að tala um hérna áðan. Ef til vill hefur hún einangrað sig eða líður ekki vel vegna fjárhagserfiðleika. Hjá einhverjum ykkar grunar mig að þessi staða sé eitthvað sem að manneskjan svolítið búin að vera að fela fyrir öðrum. En það eitthvað nýtt að fara af stað hérna varðandi fjármálin. Þetta getur verið líka bara hvað sem á efnislega sviðinu, húsnæðismál og svona allt sem á eftir að vaxa og dafna svolítið á efnislega sviðinu. Og að böndin sé náttúrulega bara allsnægtir eða ofgnótt. Þannig að þessi einmanakennd sem var henni í spilinu áðan, mér sýnist verða breyting þar á. Óvænta elementið, óvænti þátturinn, varðandi vinnuna, hann felur í sér líka eftirsjá. Aðeins að færa þetta svo við sjáum hérna betur aftasta spilið. Eftirsjá og sektarkennd. Er það þín eftirsjá, kæri Vatnsberi? Er það þín sektarkennd? Það einhver sem að ber þessar erfiðu tilfinningar hérna. Eitthvað sem að þið sjáið eftir, þú sérð eftir og það tengt hérna atvinnu. Ok, það ekkert meira með því. Einhverjum nú að þú vitir meira en ég um þetta. Þetta gæti verið að hafa ekki tekið einhverja ákveðinni vinnu eða hafa ekki sótt einhverja ákveðna vinnu. Mér finnst eins og þetta felst eitthvað í því að hafa kannski hafnað góðu tilboði. Já, sjáum hvað kemur hérna næst. Það er þú með jarðtenginguna. Látum okkur sjá. Karamíski skurðurinn. Þessi erfiðu samskipti, vil ég leyfa mér að segja, eru svolítið sjálfskaparvíti að vissu leyti. Ég er ekki að segja að það sé einungis þannig, en þetta eitthvað sem að, þetta einhver hringur, þetta einhver óheilbrigður samskiptamáti hjá mörgum ykkar. Hringur sem að, og eitthvað ferli sem að fer alltaf aftur og aftur á stað
og maðurinn sem hérna að grafa skurðinn í staðinn fyrir að fara bara og sá hérna í þennan fína plagða akur fyrir aftanan, hann einhvern veginn mokar sig og grefur sig alltaf svo langt niður að hann hættur að sjá og heyra. Þannig að þetta spurning að komast upp úr skurðinum. Losa sig frá þessum karmíska skurði og fara frekar að rækta og leyfa hlutunum að blómstra í kringum sig. Það ég skilji hvað ég á við. Ég heyri marga ykkar kæru vatnsberar jánka. Þið viti hvað ég að tala Það sem kemur manni ofan í svona skurð, það getur verið þrjóska, það getur verið afneitun og það getur verið vanhæfnin í að biðja hjálp. Svo ég nefni nú bara nokkra hluti. Skoða þetta, kæri vatnsberi. Nú svo það hérna karlorkan í umhverfinu ykkar. Hún nýtist til að moka erfiðleikunum í burtu, til að fjarlægja hindranir úr vegi. Það verið að hjálpa ykkur við að losna við þessar hindranir til þess að þið komist á leiðarenda. Mér sýnist þú vera þarna með annarri mannesku, þannig að þú kannski ekki alveg einn í þessu, kæri vatnsberi. Þessi umbreyting, þetta liður í því ferli að opna leiðina að markmiðinu. Ok, ekki segja neitt meir þetta. Áhugamálin og vinnan, vinirnir, frjálsi viljinn og valið hérna. Já, þar bara málið snýst einhvern mikinn lærdóm og kvennelementi kom hérna upp sem fyrsta spil. Hvort sem þetta kona eða hópur af konum eða bara manneska sem býr yfir þessari fallegu kvennorku. Það að læra af reynslunni, læra af mistökunum, líka kynna sér andlegan þátt tilverunar og læra af honum og þroskast í andlegum málum og skrá niður. Þessi skrifari hérna, þetta getur verið vísbending bara hreinlega að skrifa niður hugsanir þínar eða hugmyndir sem þú færð og láta þær ekki glatast. Nú ef til vill vinnan þín fólgin í einhvers konar skriftum, það líka að koma hérna í gegn. Þannig að þetta getur verið bara ábending til þín að taka betur eftir í þeirri vinnu, að skrá betur hjá þér hluti. Nú eða lesa betur eitthvað sem að tengist því sem þú ert að handla í vinnunni. Ýmislegt sem kemur til greina. Í gamla daga voru svona skrifarar bara hreinlega eins og ljósritunarvélar. Þeir kópíruðu texta og unnu við það hörðum höndum, oft á tíðum við erfiðar aðstæður, í myrkri, við kertaljós og stundum voru þeir að kópíera texta sem að máttu ekki liggja á glámbekk og sem að almenningur oft á tíðum máttu ekki hafa aðgang að, trúarlega texta eða texta sem tengdust einhvers konar ritúölum sem að aðeins fáir útvaldir máttu kynna sér. Það eitt og annað sem að poppar upp hérna þegar ég skoða á þetta spil. En höldum áfram. Mikilvæga persónan í lífiðinu, þar sem einmanaleikinn kom fyrst en síðan betrumbætur í fjárhagnum,
Hún eða þið eru að fara að standa frammi fyrir einhvers konar tímamótum þar sem að þið þurfið að vera heiðarleg og opinská, ekki bara við hvert annað, heldur líka við Guð og menn. Sagan Úríel og Sfinxinn var einhvern veginn á þá leið að Sfinxinn lagði gátu fyrir Úríel til að hann gæti haldið áfram för sinni. Kannski eru þið að fara að leysa eitthvað verkefni í sameiningu eða þú ert að fara að aðstoða þessa ákveðnu manneskju við að komast á einhvern áfangastað. Ok, þetta sérst erkiengillinn Úríel. Þið getið ef þið vill flett honum upp eða flett upp þessari sögu á honum og Sfinxinum. Ok, óvænta elementi sem kemur hérna aftast. Vinnutengt, tengt við sektarkennd, eftirsjá. Þar kemst jafnvægi á. Ég hef á tilfinningunni að einhverjir ykkar eins og kom hérna áðan sé að vinna við pappíra. Ef ekki bara við skriftir, þá við einhvers konar reikning eða uppgjör á pappírum. Þetta felur í sér að balansera pappíra. Ég veit ekki af hverju það kemur hérna til mín. Það getur verið bara hreinlega þeir sem að vinna við fjárhagsuppgjör, hvað heita þeir, endurskoðendur, bókarar, eitthvað slíkt. Afsakið að þetta sé eitthvað í tengingu við það að balansera bækurnar, fá bókhaldið til að stemma, heitir það ekki? Ekki spyrja mig um tölur og slíkt, en ég held að sé kalla það. Þannig að hér ert þú að fá bókhaldið til að stemma. Kannski með því að yfirstíga þessa eftirsjá eða þessa sektarkennd sem var hérna í gangi. Og þetta er eitthvað sem á eftir að koma óvart og koma gleðilega óvart. Kannski jafnvægi þarna á þátt þar sem hefur verið ójafnvægi áður, skulum við segja. Ok. Kæri Vatnsberi, þá höldum við aðeins áfram. Reynum að hafa tíman ekki of langan. Ok, byrjum bara á þessu hérna sem datt. Það er þú sjálfur, þarna varst að grafa skurð. Eftir skurðgröftinn allan, þá þarftu hvíld. Hér er verið að tala um æðruleysi í hengdamanninum. Æðruleysi, gefa upp stjórnina, gefa eftir stjórnina. Leyfa hlutunum að gerast og setja sjálfa þig svolítið til hliðar. Kannski lærir eitthvað nýtt leið og þú gerir það. Það er oft betra að sleppa stjórninni heldur en að halda fast taumana. Það fer eftir efni og aðstæðum og þú þarf svolítið að vega þá með þetta hvort að nú sé ekki kominn tími til að sleppa, til þess að þú komist áfram. Heimilitt og umhverfi þar sem er verið að fjarlægja hindranir. Þar kemur þú, lúinn og særður, kæri Vatnsberi, úr einni af þínum baráttum en alveg harða ákveðin í því að halda áfram. Þú ert samt í ákveðinni vörn og ekki tilbúin að takast á við hvað sem er, en þú ert tilbúin að gefa lífinu eitt séns enn, að gefa ákveðnu sambandi eitt séns enn, að gefa einhverju eitt tækifæri í viðbót.
Ekki gleyma því samt að þú þarft sjálfur líka hvíld og að leyfa þínum sárum að gróa. Í þessum umbreytingum sem í gangi á heimiliðinu. Það kannski hluti af umbreytingunni að sárin fá að gróa og síðan haldir áfram þaðan sem frá var horfið. Áhugamálin og vinnan og vinirnir hérna, skrifararnir. Það kemur eitthvað gleðilegt hérna út úr því öllu saman. Kvennorkan og frjálsi viljinn hérna, til vill eru þau að fara til útlanda. Þetta getur verið vinkonahópur, vinahópur sem er að fagna saman og gera eitthvað skemmtilegt sem lyftir tilfinningunum á æðra plan. Eftir einhverja vinnu hérna eða undirbúning í myrkri, skulum við segja. Gleði, glaumur, fögnuður eru orðin sem ég fæ. Gátti hægt gleðina dig, kæri Vatnsberi, en hér er svo sannarlega tilefni til að gleðjast, kannski eftir þessa baráttu alla og þessar umbreytingar sem eru búin að vera hérna í gangi. Frábært að sjá þetta spil. Síðan er það persónan þín sem stóð hérna frammi fyrir svingsinum og ætlaði að komast hérna í gegnum ákveðna hluti. Sólin tekur bara við henni og við ykkur og það er gleði og fögnuður í gangi og sólin táknar alltaf framtíðina, horfir alltaf til framtíðar. Þið eru á leiðinni í ákveðið uppgjör, þar sem að síðan nýtt ferli og nýr hringur tekur við. Njótið sólarinnar á meðan hún hlýjar ykkur með geislum sínum. Sólin er nærandi og gefandi og oft tengjast börn sólinni og hið allsjáandi auga Guðs er þarna fylgist með ykkur. Og það er svolítið eins og ég séð endurborin hérna. Drifhvít börn. Einhvers konar endurfæðing af vissu leyti. Óvænta elementið, eftir að búið er að balansera bókhaldið. Já, þar kemur inn ég ætla að segja gróði, það er ekki alveg það sem að kannski er rétt á orðið, heldur það að standa það vel sjálfur að þú hafir eitthvað að gefa öðrum, að vera vel stöndugur, vel stæður. Það þarf ekki endilega að vera varðandi peninga, það getur verið á einhverjum öðrum sviðum en allavega að hafa krafta í sjálfu þér til að geta hjálpað öðrum. Það er það sem kemur hérna inn og ef til vill ert þú þiggjandinn í þessu tilviki, það er að segja þú ert sá sem er að þiggja hjálpina frá einhverjum sterkum aðilum sem að stíga hérna inn til þín. Vá, falleg skilaboð það. Við erum ekki alveg hætt. Við ætlum aðeins að halda áfram. Eftir að þú stígur hérna upp úr skurðinum og sleppir tökum, þá kemur nánasta umhverfið þitt hérna upp. Það er að segja fjölskylduherbergið, þeir sem að standa þér nær, það getur verið einn fjölskyldumeðlimur eða fleiri. Samskiptin ykkar eru bætt, þau eru að fara á betri veg. Það er hérna verið að ræða málin og verið að rifja upp, það er verið að fyrirgefa, það er verið að útskýra
og þetta einhver svona heilmikil heilun í gangi hjá þér og þínum nánustu á næstunni. Síðan var það hérna særði hermaðurinn sem samt ákveðinn í að halda áfram. Hann fær hérna gjöf frá almættinu. Þetta getur verið gjöf frá mikilvægri persónu í lífið þínu líka. Þér verður launað fyrir þrjóskuna. Þér verður launað fyrir að hafa ekki gefist upp. Það eiginlega skilaboðin í þessum spilum. Og þetta spil alltaf svolítið jólalegt líka. Þannig kannski þetta eitthvað núna sem að tengist bara inn á desember mánuð og þessu stóru hátíð sem að svo margir eru uppteknir af. Og þetta tengist ekki bara þér sjálfum, heldur líka svona þínum innsta hring. Ok, hér fögnuður og kannski ferðalag í gangi, skipulag. Sjáum hvað kemur hérna með. Ok, það einhver manneskja hérna sem ekki allt það sem hún séð. Kannski þetta einhver sem sýnir á sér nýja hlið, sem að þér fellur ekki í geð. Ef þið vill, þetta eitthvað sem þú þarft að gæta þín á og fyrir marga ykkar, kæru Vatnsberar, hef ég svona á tilfinninguna því að viti hver þetta er. Þetta getur verið einhver sem sýnir ekki alveg sitt rétta andlit. Bara að þeir séu meðvitaðir það að eitthvað slíkt sé í gangi. Og að því að þetta tákn í stöðu þar sem við erum að tala vinnu eða vini, þá kannski megið hafa augun opin innan þess hóps. Ég held þið verðið nú fljótir að spotta út ef ekki allt með felldu hjá viðkomandi manneskju. Og kannski verður þú, kæri Vatnsberi, sá sem að svona flettir ofan af þessu, eða kemur upp eitthvað misjafnt. Það þá bara af hinu góða. Mikilvæga manneskjan í lífinu sem þú ert að fara að stíga inn í sólina með, hún að fara með þér í ferðalag eða þú ert að taka á móti henni úr ferðalagi. Ertu kannski að fara til hennar? Það ýmiss konar möguleikar í þessu ferðalagsspili hérna. Það eru sterk skilaboð hérna að þú sért á réttri leið. Haltu endilega áfram. Áfram veginn, ekki aftur á bak. Því það svo margt fallegt hérna, eins og kannski manst ef við rifjum þetta upp hérna, eftir einmannaleikann, bætt fjármál, erkiengillinn Úríel sem að velta fyrir sér hérna tilgangi lífsins og svingsinn fyrir hann gátu. Svolítið sérstakt að fá þetta spil hérna með, en það einhver ástæða fyrir því og síðan bara sólin eftir að gátan leysist og ferðalag. Auðvitað getur þetta verið óeiginlegt ferðalag líka. Einhver leið sem einhver þroskaleið sem að þið eru að fara, en fyrir flest ykkar held ég að þetta sé bókstaflegt ferðalag. Kannski ekki endilega með lest, en hver veit samt. Vá, spennandi. Óvænta elementið hérna, hjálpin og aðstoðin sem kemur hérna til þín. Já, hún gæti komið frá þessari manneskju eða konu sem að hefur það nú ansi gott, þarf ekki og líður engan skort og kannski fædd með silfurskeið í munni, skulum við segja. Allavega hérna svona nýtur ákveðna forréttinda, einhver sem getur gefið af sér til annara. Kannski þú í þessum sporum, kæri Vatnsberi, og það þá bara af hinu góða.
eina sem ég sé hérna í þessu, það er þessi manneskja hér sem að greinilega tengist vinnunni þinni. Ég ákvað að draga hérna eitt spil í viðbót og fæ þá hérna vinnuspilið. Einhver sem þú ekki treystir eða hefur ástæðu til að treysta ekki. Vertu bara á varðbergi og vonandi kemur allt gott út úr því. Ok, einn engil að lokum, kæri Vatnsberi. Tíminn okkar er uppurinn. Já, engillinn fjallar business, atvinnu, fjármál. Treystu og fylgdu hugmyndinni sem þú hefur einhvers konar ný viðskiptatækifæri eða vinnutengt tækifæri. Dvergarnir hérna sýnist mér að moka hérna upp einhverju gulli. Þannig að hvað sem það er sem þú ert með í huga, þá farið allavega jákvæð skilaboð á það með þessu spili. Og það er kannski hluti af því líka sem var hérna í lesturinnum. Jákvæða breytingar í sambandi við atvinnu. Ok, kæru Vatnsberar, þá ætla ég að þakka ykkur kærlega fyrir að horfa og hlusta og senda ykkur ljós og kærleika.